Næst ætlum við að halda norður yfir heiðar þar sem FH-ingar voru í heimsókn hjá Akureyri. FH-ingar höfðu unnið 3 af síðustu 4 leikjum sínum, á meðan Akureyri var taplaust í síðustu 3 leikjum hjá sér. FH-ingar voru talsvert sterkari í kvöld og komust fljótlega í 5-1. FH hélt ágætu forskoti út fyrir hálfleik en á honum loknum stóðu leikar 14-12 fyrir liðsmenn FH. Ísak Rafnsson lék með FH í kvöld í fyrsta sinn síðan í bikarúrslitaleiknum gegn IBVF, en Ísak hefur verið frá vegna höfuðmeiðsla. Leikurinn var hins vegar afar ójafn í síðari hálfleik. Varnarleikur Akureyrar var í molum og FH-ingar gengu á lagið með Magnús Óla Magnússon í fararbroddi, en Magnús Óli var markahæstur í kvöld með 6 mörk. FH jók forystu sína jafnt og þétt í seinni hálfleiknum, náði mest 10 marka forskoti, en úrslitin urðu hins vegar 27-19 fyrir FH. FH-ingar eru þar með öruggir með 4. sætið í deildinni, en eiga þó smá möguleika á 3. sætinu með hagstæðum úrslitum í lokaumferðinni. Já, við einhvern veginn missum hausinn og við erum að gefa boltan í hendur á þeim og þeir eru fljótari á alla bolta, fá öll fráköst og eru bara að berjast fyrir boltanum sem við erum ekki að gera. Við erum gefum þetta hreinlega í hendur á þeim. Já, við spilum greiðlega sterkara vörn hérna í seinni hálfleik í dag þó svo hún hafi verið góð líka lengst við fyrri hálfleik en datt kannski svolítið boltinn úr þessu svona lok fyrri hálfleiks en seinni hálfleikurinn frábæri varnarlega sóknarlega en ég má ekki gleyma því að Akureyringarnir voru mjög slagir í seinni hálfleik og ég hugsa að þeir séu ekki ánægðir með sinn leik en við fögnum okkar sigri og erum virkilega ánægðir og gullt tryggja þetta 4. sæti og það er það sem við erum ánægðir með.